Þetta alveg eins og með þetta frumvarp sem við afgreiddum líka sem lög í gær sem á að tengja lífeyris- og örorkugreiðslur við vísitölu. Alveg sama hvað menn vöruðu við þessu, þetta veri verðbólguhvetjandi, þetta myndi ekki ná þeim markmiðum sem að væri stefnt. Seðlabanki sagði þetta væri heilalaust. Þetta væri jafnvel eins og Stefán hjá Eflingu sagði mér sko, og Sólveig Anna sagði sko, nei, þetta er ekki rétta leiðin sko, þetta muni ekki ná markmiðum sínum. Öll verkalýðsforystan, allir aðilar vinnumarkaðurinn, samtök atvinnulífsins, Seðlabanki Íslands, fjármálaráðuneyti sjálft í umsögn sinni, fjármálaráð, nei, þetta skildi fara í gegn. Og það er þetta sem verður svo dýrt í pólitíkinni. Ég segi oft að pólitíkin er samfélaginu alveg opbóðslega dýr og það er þegar að eru svona ólíkir flokkar sem þurfa að fara saman í ríkisstjórn í þessu tilfelli. Og þú talar á reynslu líka? Já, ég talar á reynslu því miður og menn vita það nú að ég var í stjórnarandstöðu ansi vel á þeim kjörtímabilum og þegar ég var ráðherra gerði ég hluti sem að pirraði samstarfsflokkana mjög mikið. Þú pirrar nú alla. Já, nokkurn veginn. En þú veist, þetta verður svo dýrt. Þegar hún nærið ekki sama like-minded hópum í pólitíkinni, þá kemur þetta. Þá verður til þetta mannréttindaráð og það verður til alls konar svona krúsidúllur af því að menna alla hanga á stólunum. Já, en það er svo eitt svo merkilegt við þetta sko. Það er allir sem eitthvað hafa vita málum og hafa eitthvað þekkingu, sérfræði þekkingu, vara við þessu. Það er ekki hlusta á það. En svo þegar þetta fólki hendar, þá er alltaf við höfum að hlusta á sérfræðingar. Nótilega alltaf. Og þá bara einhver sérfræðingur þeirra vegum með eitthvað sko. Sem kannski jafnvel sem eitthvað mjög umdeilt. En þá kom bara einhver sérfræðingur og sagði eitthvað og þá auðvitað að gera það. En nú er nánast bara allir nema sérfræðingar í ríkisstjórninni sem bara vara við þessu. Þetta er algjörlega galið